Já, fyrirgefið þetta, það heyrðist ekki rétt í mér, en nú erum við komið með mikrofónum og þá heyrið þið líka sem að eruð í streyminu og takk fyrir að vera með okkur í gegnum það. Í dag biblíudagurinn í kirkjunni, en það líka konudagurinn og við ætlum svona aðeins að samtvinna þetta hér í dag. Við vorum að syngja þetta fallega lag sem að sagði okkur að öll mín hjálp kemur frá þeim sem skóp himinn og jörð og við horfum stundum til fjallana eða vitum ekki hvert við að leita eftir hjálp, en hjálpin hún kemur frá Guði, við megum treysta því og við komum hér saman í þeirri trú og vitneskju og við skulum hefja þessa stund formlega því að signa okkur að segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við saman með upphafsbæn. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú drottinn Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. En Óskar valdi mörg falleg lög fyrir kórin í kvöld og sum þeirra eru bara sungin beint upp úr biblíunni, eiginlega, má segja, bara biblíutextar með laglínum. En gjörðu svo, ég ætla að finna út með mikrofónin.
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Við stöndum sem eigum auðvelt með og syngjum dýrðasönginn saman. Þá fáum við okkur sæti og ég ætla aðeins að þegar biblíudagurinn, þetta ekki texti biblíudagsins en hann sannarlega úr biblíunni og ég valdi hann út af konudeginum. Þetta svo fallegu texti úr Rutarbók en í Rutarbók þá segir frá móabískri stúlku sem hét Rut og hún var sérst útlendingur og ekki af sama kyni og hinir en hún á mann af stofni gyðinga sem að deyr og hún ætlar þá, eða tengdamóðina vill þá hún bara fari aftur úr landinu og aftur til Móab en hún ekki til í það. Hún vill vera trúföst við tengdamóður sína og segir orð sem ég ætla núna að lesa og þetta sérst orð á milli Naomi og Rutar og Rut hún segir svo hérna. Rut svaraði: reyndu ekki að telja mig á að yfirgefa þig og hverfa frá þér, því að hvert sem þú ferð, þangað fer ég. Og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk mitt fólk og þinn Guð minn Guð. Þar sem þú deyrð, þar dey ég og þar vil ég verða grafinn. Drottinn gjaldi mér nú og framvegis ef annað en dauðinn aðskilur okkur. Og þessi fallegu orð sendum við oftast til brúðhjóna ásamt nokkrum öðrum textum til að velja ef það eitthvað þessu sem talar til ykkar þá vil nota það í brúðkaupinu. Og í gær var ég að gifta og þá völduðu sér þennan fallega kafla milli Rutar og Naomi og þetta talar svo til okkar því að þitt fólk mitt fólk og þinn Guð minn Guð. Og hún var mjög trúföst og þess vegna ef þið muni einhvern tímann í sunnudagaskólanum þá var sungið Daniel og Rut þá var sagt því Rut hún var svo sönn og góð. Það var verið að vísa í þetta hér. En þannig hljómaði hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og næst heyrum við orð sem fjallar hvernig orð biblíunnar getur talað til okkar og það að finna í öðru Tímóteusarbréfi. En halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Sérhver ritning innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að hver sem trúir á Guð sé albúinn og hæfur ger til sérhvers góðs verks.
Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þín sé þér drottinn. Þá erum við búin að syngja 2 lög beint upp úr Davíðs sálmum, en nú bið ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa á sætum við heyrum heilagt guðspjall sem ritað hefur guðspjallamaðurinn Lúkas. Yfirskriftin í dag sæði sáð. Nú var mikill fjöldi saman kominn og menn komu til Jesú úr hverri borg af annari. Þá sagði hann þessa dæmisögu. Sáðmaður gekk út að sá sæði sínu og hann sáði, féll sumt hjá götunni og varð fótum troðið og fuglar himins átu það upp. Sumt féll á klöpp, það spratt en skrælnaði af því að það hafði ekki raka. Og sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir spruttu einnig og kæfðu það. Sumt féll í góða jörð, óx upp og bar 100-faldan ávöxt. Að svo mæltu hrópaði Jesú, hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. En lærisveinar hans spurðu Jesú hvað þessi dæmisaga þýddi. Hann sagði, ykkur gefið að þekkja leyndardóma Guðs ríkis. Hinir fá þá í dæmisögum að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi skilji þeir ekki. En dæmisagan þýðir þetta. Sæðið Guðs orð. Það fjall hjá götunni, merkir þá sem heyra orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt úr hjarta þeirra til þess að þeir trúi ekki og verði hólpnir. Það fjall á klöppina, merkir þá sem taka við orðinu með fögnuði þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir trúa stund en falla frá á reynslu tíma. Það fjall meðal þyrna, merkir þá heyra, en kafna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins
og bera ekki þroskaðan ávöxt. En það féll í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið og geyma það í göfugu, góðu hjarta og bera ávöxt með stöðuglindi. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, og sé þér Kristur. Ef við stöndum áfram og játum okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans engason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Næst ætlum við að syngja lag sem er úr Biblíusögunum. Fyrsta sagan sem við ætlum að segja ykkur frá er þegar Móses leiddi lýð sinn yfir Rauðahafið. Og Guð, hann gaf honum staf og sagði, farð þú áfram og ég mun leiða þig. Guð gat nota Móses. Móses, hann stamaði og honum þótti hann sjálfur vera óverðugur. Og einnig önnur saga lítinn dreng sem heitir Davíð. Davíð var lítill drengur, en hann gekk á drottins vegum. Og Guð, hann gaf honum slöngu og sagði, taktu slönguna og þú getur fellt risann. Og litli drengurinn, hann gerði það. Og í þessu lagi þá viljum við bara segja ykkur frá því að Guð getur notað okkur í öllum aðstæðum, hvert sem við förum, hvað sem við gerum, leyfum Guð að nota okkur.
story, I remember it well. You took a shepherd boy, David, put a sling in his hand. He took the rock and the sling in his hand. He flung the rock and the giant fell dead. Oh, if you can use anything, Lord, use me. Take my hand, and my feet, touch my heart, speak to me. If you can use anything, Lord, you can use me. I am willing to be If you used. can use anything, Lord, you can use me. Take my weary feet and my Take my hands, hands, Lord. Lord, and my feet. Touch my Touch my heart, heart, Lord, speak through me. Lord. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Touch my Lord. heart, Lord, speak through me. Speak through me, Can yeah. use anything, Lord, you can use me. Every hour, every day. If you can use anything, Lord, you can use me. You can use me anywhere, Can Lord. use anything, Lord. You can use me. Use me. Af því að það er biblíudagurinn í dag, þá ætla ég aðeins að fá að tala og segja frá hinu íslenska biblíufélagi. Það er elsta félag okkar Íslendinga, hefur starfað í 210 ár, síðan 1805 og biblíudagurinn, hann minnir okkur á að biblían er grundvöllurinn og það sem skiptir mestu máli í lífi kristins manns að hafa einhvern áttavita, þetta reglurita safn sem að segir okkur svo margt okkur sjálf. Og er ekki bara ein bók sem maður byrjar á fyrstu síðu og klárar. Þetta eru 66 bækur skrifaðar yfir hundruði ára og segja frá því að við skiptum óendanlega miklu máli eitt og hvert, að okkur gangi ekki alltaf vel í lífinu, við erum breysk og gerum mistök, en við erum samt elskuð af náð Guðs. Og Lúther, hann sagði til dæmis að það mætti kannski draga bara allt saman sem að Biblían segir okkur í einu versi sem hann kallaði litlu Biblíuna og er svona: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf enga son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og þannig er það í nýju þýðingunni frá 2007, það var lengi vel: því svo elskaðis Guð son sinn, hann gaf son sinn eingetinn. Og það var dálítið snúið, þegar þetta orð er ekki oft og mikið notað og ég líka var einn svona kenna fermingabarni
sagði, hvernig gekk þér að læra, viltu fara með litlu biblíuna? Já, hann var mjög rosa stressaður. Já, býttu. En því svo elskaði Guð heiminn, já, hann elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eina geit. En það var ekki, þannig að einkasonur kannski skýrir þetta aðeins betur. En það er gaman að segja frá því að Biblíufélagið er búið að vera í sókn í dálítinn tíma og hefur farið í gegnum og ýmsa tíma í gegnum árana rás. En það var núna í fyrsta skipti ákveðið að gefa blaðið út, sem við höfum gefið út, við höfum gefið út svona 2000 eintökum, að gefa það núna út sem fylgiritt með Morgunblaðinu. Og á 50-daginn var frídreifing og ég hvet ykkur til að draga fram mokkan og lesa í blaðinu, því að það er bæði viðtöl við alla 8 leikarana sem hafa nú lesið inn Biblíuna á hljóðbók. Og þetta er algjör bylting. Það hefur ekki verið hægt áður og var í rauninni bara núna í lok síðasta árs. Í fyrsta skipti í Íslandssögunni möguleiki á að hlusta á alla Biblíuna. Og Gamla testamentið var nefnilega ekki til áður fyrr og þetta er gjöf frá biblíuvinum til ykkar. Það er ekki króna sem hefur komið fyrir opinberum styrkjum. Það er bara fólk sem hefur stutt Biblíufélagið sem har kostað þetta verkefni og það er mjög vandaður lestur. Og það er mjög gaman að sjá líka að það er fullt af fólki að nýta sér þetta. Bara tekur þetta með í göngutúrin eða er kannski þreytt að lesa. Ef maður notar núna nýja biblíuappið þá getur maður bara ítt á einn takka og ég er að vera svo þreyttur að lesa og þá bara byrjar rödd að lesa þetta fyrir mann. Íslenskir leikarar og við megum vera stolt af þessu því að norska biblíufélagið er ekki búið að þessu. Það er ekki hægt að hlusta á alla biblíuna á norsku sko, en það er hægt á íslensku. Og þannig hefur reyndar Íslendingar alltaf verið stór huga. Ég held við hefum verið 13. frekar en 14. þjóðin í heiminum sem að þýddi biblíuna á eigið tungumál. Hugsið ykkur, þessi litla þjóð fyrir bráðum 500 árum hafði það byggu 50-60.000 manns sem tóku sér saman og þýddu biblíun og gáfu hana út þannig að við gátum lesa hana á ylhýra tungumálun okkar. En það sem ég langar aðeins að tala um núna líka, hvernig les maður biblíuna? Því að fyrir kristinn mann þá skiptir það máli að lesa í biblíunni. Og þá er gott að vita að það er ekki gott að ætla bara að byrja á fyrstu síðu og lesa svo bara að henni síðust. Þetta er ekki bók sem er skrifuð eins og eitthvað eftir Arnald Indriða. Þetta eru 66 bækur, það eru mjög ólíkar og til dæmis 3. Mósebók er alveg ógeðslega leiðileg. Hún er eiginlega bara með svona reglum sem við teljum ekki að eigi við með þess að ef þið ætluð algjör að fylgja þeim þá mættu ekki borða skelfisk til dæmis og ekki svínakjöt, en það var ýmislegt sem var bara hættulegt að borða á þessum tíma í þessu samhengi sem á ekki allt við núna. Þess vegna er ágætt, ef maður ætlar að byrja í Gamla testamentinu, að kannski horfa frekar á sálmana og ef þið hefði fengið gefins Nýja testamenti frá Gídeon, þá var alltaf lengi vel og Davíðs sálmar. Þeir eru teknir úr Gamla testamentinu og er svona lykil og eru auðskiljanlegir, fjölbreyttir og flottir. Og svo fyrir nokkrum árum þá bættur við Nýja testamentið, sálmarnir og orðskviðnir sem eru góðir. En svo er líka bara einfaldar bækur sem er gott að byrja á í Gamla testamentinu, getur verið Daníelsbók, Rutarbók sem ég las úr áðan sem er bara stutt og laggóð og Esterarbók, svo einhverju séu nefndar. En svo horfum við líka fólki yfirleitt á því að það er mjög gott að byrja á því að lesa Guðspjöllin. Og ég man að amma Sveina, amma mín sem var mjög trúið, hún sagði, mér finnst best að byrja á Markúsarguðspjalli. Og ég leit mikið upp til hennar og ég heyrði hann að segja þetta þegar ég var 9 ára, þá fór ég beint í að lesa Markúsarguðspjall. Og hún sagði, það er nefnilega svona eiginlega eins og þessi fréttamaður eitthvað skrifa, þetta er bara svo stutt og laggott. En svo finnst mér reynda líka Jóhannesarguðspjall vera eitt af mínum uppáhaldsguðspjallum í dag og þau hafa sitt. Markúsarguðspjall er stutt og kjarnirt en Matteusarguðspjall, það er með fjallaræðinni sem að mörg hafa fundið mikinn styrk í. Lúkasarguðspjall er eiginlega í samhangandi við Postulasöguna, sami höfundur þar og svo er Jóhannesarguðspjall svona kannski ljóðrænna og með þessum líkingum þar sem Jesús segir ég er ljós heimsins, ég er góði hirðirinn og notar þessar líkingar sjálfan sig. En Biblían er alltaf að hafa áhrif og það kemur manni svo skemmtilega óvart hvernig orð Guðs vinnur.
reglulega erum við hér í Lindakirkju að heyra sögur af því þar sem að fólk bara segir það eitthvað að gerast, menn ég allt í einu að finna þorsta í að lesa Biblíuna sem ég hélt að vera aldrei. Bara núna fyrr á árinu þá var einn sem kom hérna og sagði ég fór að koma í kirkju, mér leiði eitthvað illa og hérna ég prófaði og núna ég bara mæti ég alltaf og búin að fá bróðið mig með og ég gaf hann jólagjöf sem var Biblían. Orð Guðs það talar til okkar og hefur tilgang og í þessu hérna riti þá var bæði þetta svo ég segi ykkur aðeins frá því mér langar svo til að þið lesið þetta að það viðtal við alla leikarana átta sem lesa og meðal hans nú einn leikari hérna úr kórnum, Eggert Kåber. Hann les nokkra bækur og það spurt hvernig lesturinn og þá að fá að lesa hafi virkað á því og hvað hafi komið eitthvað óvart og það eru skemmtilega spurningar. Síðan aðeins talað Karl Sigurbjörnsson og svona hans gjöf til íslensku kirkjunar og hann var mikill biblíumaður og forseti biblíufélagsins auðvitað og hann segir líka að sitt uppáhaldsvers sé úr Jesajabók, það sem segir svo fallega, ég ætla að fá að lesa hérna því að það svo fallegt vers sem að ég held við getum öll tekið til okkar. Óttast ekki þegar ég frelsa þig, ég kalla þig með nafni, þú ert minn. Og hann segir, ég myndi velja þessi orð. Því að sagt að hvatningin að óttast ekki komið 365 sinnum fyrir í Biblíunni. Það góð skilaboð, við þurfum ekki að óttast. En svo langar mig líka og eiginlega bara svona til að, svo þetta gott vita líka hérna við biskupinn sem núna forseti Biblíufélagsins, það alltaf biskup Íslands. Það sem hún segir, það undir okkur komið að vekja þennan áhuga. En svo langar mig sérstaklega að benda ykkur á að það geðlæknir sem heitir Björn Hjálmarsson og misti þennan dreng sinn þegar hann var 16 ára á voveiglegan hátt og hann að lýsa því hvernig trúin og Biblían hefur hjálpað honum. Og hann segir meðal annars í því að missa strákinn sinn þá það bænin, lestur í Biblíunni og það að hlusta á útvarpsguðsþjónustur, morgunbænir og orð dagsins eru hornsteinar að geðheilsu minni. Og svo segir hann svo fallega og það skulum við öll hugsa að því að þegar við erum með lítil börn og erum að svæfa þau þá svo mikið gjöf að biðja með þeim. En hann segir versið, vertu nú yfir og allt kring með eilífri blessun þinni, sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Hann segir, þetta vers guðdómleg gjöf skáldsins til barnan okkar og huggar þau þegar þau eru hrædd. Bænin róar hugan og slær á óttan. Og hann líka eins að velta fyrir sig bara hvernig kvíðalyf og annað virka, en hann segir bara þessi skilningur að það sé eitthvað stærra og meira en við sjálf, Guð sem vakir, getur róa svo mikið barnshjörtun. Og eflaust eigum við flest einhvers konar minningu, oft tengda konum, því að oft verða ömmurnar sem hafa verið duglegri í gegnum söguna að biðja með okkur. Kannski munið eftir því að þeirra amma eða mamma eða einhver kærkominn lokaði augunum og bað fyrir og með okkur. Það veitti það sem hann að lýsa þarna, það veitti ró í hjarta barnsins. Og svo hann spurður, ef þú vilt bjarga deginum þínum, og hann náttúrulega búinn að fara í gegnum mjög erfiðan missi, að þá segir hann, og ég ætla að fá að lesa hérna, hvað lestu til að bjarga deginum? Þá les ég helst fjallræðuna, spádómsbók Jesaja og Guðspjöllin. Mér finnst ótrúlega upplýsandi að sjá hvernig Jesú beitir hinu helga orði, sverði kærleikans til þess að stilla til friðar. Það færni sem mig dreymir að þjálfa mig í, að stilla til friðar og verða friðflytjandi. Mér finnst það vera stærsta hlutverk okkar sem trúum að stilla til friðar. Og ég hvet ykkur bara til að fylgjast með Biblíufélaginu ef þið eru ekki búin að henda mókanum ykkar eða fengu hann ekki, þá líka hægt að sjá þetta bara rafrænt inn á biblian.is og svo langar mig að lokum að segja að Biblían núna fáanleg í síman og það eru 20.000 Íslendinga búin að fá sér þetta app sem komið hérna upp, þannig að ef einhver ekki með þá getur maður tekið upp síma núna og tekið mynd af þessu eða farin á biblian.is og þá getur maður sett upp appið í síman sinn og það bæði þetta að finna lestraráætlanir og hlusta. Og meðan í síðan önnur að það skiptir líka máli að við höfum fólk í Biblíufélaginu okkar, þannig gátum við gefið þetta,
Ef maður vill styðja við Biblíufélagið þá er þetta að fara inn á biblian.is eða taka mynd af þessu. Og ég hvet ykkur líka, það kostar 3.900 á ári að vera í Biblíufélaginu. Það er innan við 350 kall, eða akkurat 350 kall á mánuði. Og það gerir Biblíufélaginu kleift að starfa. Og það sem ég hef ágjörð nefnilega gjaldkerinn, þetta er mikill áráður hérna, að félagatalið er að eldast svo mikið. Það vantar fleira ungt fólk til að koma, ég ætla að skrá mig og skal borga árgjaldi 3 og 9 einu svona ári og þá fær maður alltaf sent einu svona ári jólin svona biblíulestrar áætlun sem er svona hjálpartæki því að það er ekki gott að byrja bara einhvers staðar og hérna er þetta notað sem bókamerki og svo eru hérna 365 stuttir kaflar þannig að maður tekur kannski svona innan við 5 mínútur á dag í að lesa og þá fer maður gegnum heilmikið í biblíunni. En gleðilegan biblíudag og gleðilegan konudag líka. Og við ætlum að fá núna kórinn upp aftur og fáum að heyra, hvað segirðu? Katrín kemur, fyrirgefið, kórinn ætlar að hlusta á hana Katrínu. Hún ætlar að syngja þetta, en það gerur hún þetta ásamlega. Það er lag Ómars Ragnarssonar íslensku konuna. Ómar á reyndar ekki lagið, hann á textan en Billy Joel á lagið. Hún barði heiminn og hjúrað að sér
En sólin hún mígur og sólin hún rís og sjá þér við hliðir þín hamingju dís sem alltaf skjól þinn skjöldur og hlýr. Það íslenska konan, tákn trúar og vonar sem mann þér og helgar sitt líf. Takk fyrir þetta kærlega, en það var stór dagur í dag, í gær ætlaði að segja í Lindakirkju og móðir Væp, það að segja hún Áslaug djáknin okkar, hún nú bara í frí í dag því hún sagði þetta verður svo erfiður dagur, sá hún í gær og mikil spenna þegar drengirnir eru að keppa í Eurovision en eins og við vitum þá sigruðu þeir í gær og ef ekki bara klappa fyrir þeim. Við vorum náttúrulega mjög stolt þegar þeir voru að kynna lagið sitt í fyrstu þáttunum og sögja að við erum náttúrulega bara svona church boys. Og í Lindakirkju og talandi biblíuvers, það sagði hann með þess að ég er með þess að búin að setja versið mitt, fermingaversið mitt hérna á handleggina á sér, búin að húðflúra og það er versið fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. En við gleðumst yfir því, en þetta er líka eins og Óskar var að minna mig á, í fyrra þá var eina bakgröndunum úr Lindakirkju og fyrir 2 árum var það svo hún Diljá sem að vann og Óskar, þú hefur farið líka sem bakgrönd 2017, þannig að þið viljið vinna Eurovision, skráðu ykkur í Lindakirkju. Og svo náttúrulega er hún líka með Sunnudagaskólan, hún Regína Ósk, þannig að það eru mikið af Eurovision fólki hér allt í kringum okkur. En nú er komið að bænastundinni og þið þekkið þetta mörg hver en sum, sá ég nýja andlit hérna, að það er þannig að maður getur bara setið í sínu sæti og beðið bænar því sem á manni hvílir, lagt það fram fyrir Guð, en það má líka standa upp og skrifa niður bænarefni eða eitthvað sem er íþyngja mann og maður vill að fleiri biðji fyrir, að það er við hvött til í Guðs orði að biðja saman fyrir stórum og erfiðum vandamálum og líka ef maður vil þakka eitthvað fyrir þá má skrifa það niður og setja í bænaaltarið hérna frammi og svo er líka hægt að kveikja á bænakerti og láta það tendra ef maður kýs það. En á meðan að bænastundinni stendur þá syngur kórinn fyrir okkur fallegt lag og við biðjum bara eins og andinn kallar okkur til. Nóttin kemur en
Við komum hér saman í kirkju þinni til að lofa þig og ákalla. Við viljum leggja bænir okkar í þínar hendur og þessari stundu nefna nokkur bænarefni sem okkur hafa borist. Við viljum sérstaklega biðja fyrir móður og eiginkonu sem glímir við krabbamein í lifur. Viltu leyfa áhyggjufullum ættingjum og henni sjálfri að finna að hún hvílir í þinni hendi og viltu veita henni lækningu. Við biðjum fyrir öllum þeim sem glíma við sjúkdóma og erfiðleika. Við þekkjum öll einhverju og nefnum þau nú í hljóðri bæn. Við biðjum líka fyrir öllum þeim sem að glíma við fíkn og þrá að losna úr klóm fíknarinnar. Guð, við biðjum fyrir kennurum landsins og skólakerfinu. Viltu koma með lausn í kjaradeiluna? Við biðjum fyrir þeim sem eru þjökuð af áhyggjum og afkomu ótta. Viltu vaka yfir þessum aðstæðum? Við biðjum líka fyrir friðflytjendum í heiminum. Hjálpað okkur að vera friðflytjendur og gefðu frið í erfiðum átökum. Við biðjum fyrir landinu helga. Við biðjum fyrir Úkraínu og ástandinu þar og allstaðar þar sem ófriður ríkir. Þú þekkir líka hversdaginn hjá okkur og amstri sem við erum að glíma við. Nú biðjum við fyrir þinni leiðsögn, þinni uppörfun og styrk í amstri dagsins. Og allt sem á okkur hvílir felum við þér nú í hljóðri bæn og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá að koma að leiðalokum í þessari messu hér í kvöld, en ég hvet ykkur til að nýta ykkur tæknina til að láta Guðs orð hafa meiri áhrif inn í líf ykkar. Biblian.is mjög góð heimasíða. Það líka sem ég glemdi að segja hana. Það líka ef maður vil bara fá eitt stutt biblíuvers, þá getur maður bara ítt á eitt takka, þá dreifum maður svo kallað mannakort. Það fær bara eitt vers með sér inn í daginn. Það þarf ekki að vera meira en það. Því einhver sagði líka, það betra að kunna lítið í biblíunni og fara eftir því, heldur en kunna mikið og fara ekkert eftir því. En ég bið ykkur að rísa á sætum að lokum sem auðvelt með og þiggja hérna drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Kannski segja fyrir næsta sunnudegi. Jú, það má, það ekki bannað. Ekki æskulis. Jú, það æskulýðsdagurinn næst og þá verður unga fólki svolítið í eldlínunni, má segja, það ekki? Kórarnir okkar, barnakórinn og úlingagospelkórinn sem syngja þá. Og veit ég hún Áslaug Helga, Mamma Væp, búin að vera að undirbúa skemmtilegt prógram sem verður uppörvandi og gott næsta sunnudagskvöld. Það ekki? Og svo verður tónleikamessa og ýmislegt skemmtilegt sem við eigum eftir að auglýsa betur í mars, en það kemur að því. En takk fyrir stundina, segjum við hérna rétt á eftir, en fyrst til lag. Við ætlum að fá að syngja fyrir ykkur í lokin Blessun sem missetjast beint úr Krónikubók, 4. kafla, og þetta kallað Bæn Jabesar. Ótrúlega falleg og hefur blessað mig og hjálpað mér mikið í gegnum lífið og ef þið viljið stúdera þetta þá skoða þetta komið heim. Krónikubók 4.
Margrét ætlar að hjálpa okkur með einsöngin. Förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það. Okay, thank you. Takk fyrir, takk. Það er gaman. Takk fyrir í kvöld, gott að sjá þig. Já, takk fyrir.